Góðan og blessaðan daginn, kæru frumkvöðlar. Hvað segir þið gott í dag? Í dag ætlaði ég að ræða stuðningsnet frumkvöðla sem þjónusta sem ég fór á stað með núna fyrr á árinu og mjög spenntur fyrir og maður kannski að segja ykkur hans frá henni og deila henni með ykkur. En eins og alltaf þá ykkur velkomið að senda inn spurningar og þið gerir það bara með að skrifa athugasemd undir myndbandinu og ég fæ það inn á borð til mín og skal gera mitt besta til þess að svara þessum spurningum eða bara ef þið vilja koma ykkur líka skoðunum á framfæri. En ég hendi saman örlítið kynningu sem ég ætla aðeins að fara yfir hvað stuðningsneti og hverju það hentar og hvernig þið getur hugsað að nýta ykkur það. En stuðningsneti í rauninni felst bara í því að við í sameiningu hjálpumst að ná árangri í rekstri. Ég ætla að fara segja ykkur aðeins frá hvernig hugmyndin vaknaði hjá mér, hvernig þetta prógram fór af stað. En þegar ég sjálfur var að byrja í fyrirtækjarekstri, þá þekkti ég engan annan sem var í fyrirtækjarekstri. Og ég vissi ekkert hvað ég var að gera. Ég var svolítið týndur og ég veit að það á við mörg ykkar þegar þið voru að byrja og kannski eru að byrja, að það svona erfitt að vita hvar maður að byrja og hvernig maður að fara að. Það var í rauninni ástæðan fyrir því að ég byrjaði að kenna námskeiðin mín í stofnun fyrirtækja og ég er búin að vera að gera það núna í næstu 10 ár af og til. Ég hélt með fyrsta námskeið eftir hrunið og svona búin að vera að gera þetta alltaf reglulega. En það sem ég hef séð hjá nemendum mínum á námskeiðinu það að þau koma á námskeið og þau læra rosalega góðan grunn og vita nákvæmlega hvað þau að gera næst, en þau lenda oft í vandræðum út af því að þeim vantar bara örlítinn svona stuðning, svona eitthvað aðeins til þess að styðja þau baki á þeim og meðan þau taka þessi skref, út af þetta eins og þið sem hafa farið í gegnum þau þekkið, þetta náttúrulega örlítið strembinn ferill. Ég meina þetta tekur svolítið tíma að byggja þetta upp og þetta getur verið svolítið einmannalegt ferðalag. Þannig að ég áttaði mig fljótt af því að það þyrfti einhvers konar stuðning til að halda áfram að styðja við þetta fólk og hjálpa þeim að ná raunverulega árangri í rekstri sínum, að gera þetta veruleika og svo ekki bara það heldur að ná að byggja þetta upp og láta þetta vaksa. Þannig að þaðan kemur í rauninni kannski uppalega hugmyndan á bak við stuðningsnetið. Það var þessi pæling mín hvernig við getum betur stutt við frumkvöðla sem væru í þessu harki við að byggja upp sitt eigið fyrirtæki. Nú, það sem líka náttúrulega að tengslanet svo mikilvægt og það oft erfitt, sérstaklega þegar maður er að byrja og maður með einhverjar spurningar. Það náttúrulega margt í þessu sem virkar mjög flókið þegar maður er að gera í fyrsta skipti og þannig að í stuðningsnetinu er að hugsa líka sem vettvangur til þess að hjálpa ykkur að fá svör við spurningum ykkar. Að eins og ég segi, maður kannski með einhverja mjög sérhæfða spurningu einhverjar styrktarumsóknar, jafnvel einhverjar tiltekna styrktarumsókn sem kannski fullt af öðrum frumkvöðlum hafa farið í gegnum en svona hinn almenni maður veit ekki mikið það. Getur verið erfitt fyrir okkur að finna svörin. Þannig að þetta líka vettvangur til þess að aðstoða okkur við að fá svör við spurningum ykkar. En já, eins og ég nefndi á þetta erfiður ferill og það mikilvægt að hafa þennan stuðning á bakvið sig og hafa þetta stuðningskerfi, þennan stuðningshóp til þess að halda mann á réttri braut í þessu. Og þið sem hafa farið í gegnum þetta og eru nú þegar í fyrirtækjarekstri, þið líka kannski kannast við þetta, að það skilur enginn hvað að fara í gegnum nema aðrir frumkvöðlar. Að þegar þið eru að útskýra fyrir fjölskyldu eða vinum eða eitthvað svoleiðis, eitthvað tengt fyrirtækjarekstrinum, að þá fær maður oft lítinn skilning. En aðrir frumkvöðlar sem hafa farið í gegnum þennan feril við það að stofna fyrirtæki og lenda í harkinu og lenda í alls konar vesinu og svona, að þeir skilja mann svo miklu betur og það svo miklu betra að fá stuðning frá þeim og geta leita til þeirra. Og það í rauninni bara kenningin á bak við stuðningsnetið svo að með því að hjálpa hvort öðru að þá getum við náð lengra og það á skemmri tíma. En svo líka eitt annað sem mér fannst mikilvægt líka að gera það eins og ég nefnt að þetta náttúrulega strembið fyrir og svolítið, en við verðum líka að hafa gaman af og hafa svolítið svona geta notið þess að fara í gegnum fyrir og geta fagna þegar vel gengur
Og það það sem ég langar líka til að nota stuðningsnetið í, að þið hafið þarna vettvang, þannig að þegar eitthvað gengur vel og þið náu þessari stóru sölu eða þið fáið stóra styrkin, að þið geti komið og deilt því þarna inn á og við getum fagnað saman og aðeins bara haft gaman af þessu. En bara svona aðeins að taka saman að aðalmarkmiði við stuðningsnetið er að styðja við frumkvöðla til þess að aðstoða ykkur við að ná árangri í fyrirtækjarekstri. Það bara, þú veist, þráðurinn rauði þráðurinn í gegnum þetta afskilu. Það í rauninni bara tilgangur með stuðningsnetinu. En hvað innifalið í stuðningsnetinu og hvað það að fá ef þið komið hérna inn í stuðningsnetinu með okkur? Nú, það þarna 10 íslenskra frumkvöðla sem að styðja við bakið á okkur. Eins og ég nefndi fyrr að ég opnaði þetta fyrr á árinu, þetta stuðningsnet og ég opnaði einungis fyrir skráningar 2 ára ári og hef það bara mjög takmarkaðan tíma í hvert sinn út af því að ég vil geta tekið vel á móti fólkinu og svo viljum við hafa þetta mjög þéttan og góðan hóp. Þess vegna erum við bara með þetta opið á 2 ára ári. En í fyrstu skipti sem ég opnaði þetta inn, að viðbrögðin við svo bara svo miklu betri heldur en ég átti von á. Og ég fékk alveg bara strax einhverja 40 manns til þess að skrá sig þarna inn. Þannig að nú þegar ég komið með hópa 40 manns sem allir búin að vera að vinna saman og starfa saman og eru almennt sér bara mjög ánægðir með þetta og allir þessir aðilar komið til með að styðja við baki á þér, alveg svo þú kemur til með að styðja við baki á þeim og þannig að í stuðningsnetinu myndu fá þennan stuðning frá þessum öðrum frumkvöðlum sem eru meira og minna á sama stað og þú. Nú ég líka með nýtt fræðslefni hverju mánuði, ég tek upp kennslumyndbönd og ég fer yfir mjög sérhæft topic í hverju mánuði og þessi fræðslumyndbönd þau safna saman inn í skjalasafn okkar. Við erum með mjög stórt safn núna af fræðslefni þar sem við erum að fara yfir alls konar hluti og þið hafið aðgang að þessu öllu alveg ókomna tíð og þannig að það mjög mikið fræðslefni og þið ættu alltaf að geta fundið eitthvað sem hentar við þann stað sem þið nákvæmlega eru í ferlinu núna. Svo erum við með þessa mánaðarlegu Zoom-hittinga og þeir hafa verið að koma mjög vel út. Þar erum við, náttúrulega sérstaklega núna í COVID þegar við kannski getum ekki hitt í einn persónu, en þar erum við að hittast á Zoom og ef það eru mjög margir hópnum þá skiptum við svo oft niður í svona minni hópa og þar erum við að koma saman og hjálpa hvort öðru til þess að takast á þessar hindranir sem við stöndum frammi fyrir og fara yfir eins og hluti og bara svona styðja við hvort annað. Og þetta líka bara skemmtilegt upp á tengslanetti. Þið náið að búa til gott tengslanet þarna. Þannig eru það að tala við aðra frumkvöðla í rauntíma og eru það að skiptast á reynslusögum og læra af hvort öðru og þetta virkilega gefandi og skemmtilegir viðburðir. Svo ég reglulega með spurt og svarað og þá virkar það þannig að ég í beinni útsendingu með hópnum og þið getur þar hent á mig hvaða spurningu sem þið hafið. Ég reyni að svara öllum spurningum sem ég get, en það sem líka skemmtilegt við þetta það að þetta svo mikið svo jafninga samfélag, þannig að þið hendið inn einhverju spurningu og það getur verið einhver annar í hópnum sem hefur svarið við henni. Þannig að við erum öll að hjálpast að svara þessu spurningum. Þannig að þið í rauninni í staðinn fyrir að festast á einhverju spurningu og þið getur ekki fundið svarið, þá bara komið þarna og ég fer yfir þetta með ykkur og við svörum þessu sameiningu. Nú, svo ég alltaf að fá gesta frumkvöðla og verð með reynslusögur reglulega frá frumkvöðlum. Ég núna að vinna mikið efni sem ég búin að safna saman á undanförnu og þetta ég að taka mjög ítarleg viðtöl og kafa mjög djúpt ofan í hlutina með frumkvöðlum og þetta kemur til með að vera að deila þetta inn í stuðningsnetinu og það getið nálgast. Og svo kannski að það sem mér finnst allavega skemmtilegast eru frumkvöðlahittingarnar í eigin persónu, þar sem við hittumst í kaffibótlegstar eða heimsækjum eitthvað fyrirtæki eða gerum eitthvað skemmtilegt í sameiningu og þú veist, styrkjum aðeins böndin og gerum eitthvað skemmtilegt í sameiningu. Það verður að viðurkennast að það aðeins búið að vera erfitt að gera þetta núna út af COVID, en það verður mun meira gert af þessu þegar ástandið skánar þar. Nú, líka eitt af því sem ég geri með ykkur þegar þið komið inn í stuðningsneti aðeins að fara yfir með ykkur það sem ég kalla ferðalag frumkvöðulsins, en þar ég í rauninni búin að kortleggja bara skref fyrir skref alla áfangana sem að frumkvöðlinn fer í gegnum á þessum farvegi sínum og það sem ég hef áttað mig á eftir að hafa búin að vera í þessu frumkvöðlum hverju ansi lengi það að allir sem eru að fara í fyrirtækjarekstur, alveg óháð því hvers konar fyrirtæki þetta eða þú veist hvernig þið nálgist eða hvað sem þið farið öll í gegnum sömu áfangana.
Það geta verið einhverju litlar breytingar hér og þar eftir hvernig fyrirtækin, en þetta alltaf sömu áfangar sem þið farið í gegnum og þetta meir og minna sömu hindranirnar og sömu hlutirnir sem þið þurfa að gera og klára til þess að komast áfram. Þannig ég búinn að kortleggja þetta allt og ég kem til að hjálpa ykkur með því að greina hvar þið eru stödd í ferðalagi frumkvöðulsins, í hvaða áfangar þið eruð og út frá því í hvaða áfangar þið eruð að þá munið þið geta nálgast upplýsingar hvaða hluti maður þarf að klára í þessum áfanga og getið þannig séð nákvæmlega hvað þið hefur að einbeita ykkur að næst og hvað þið eigi eftir óklárað áður en þið farið við næsta áfanga. Þannig ég er að búa til eins skýran leiðavísir eins og ég get til að hjálpa ykkur að komast í gegnum þetta ferðalag. Og eins og ég segi, það skiptir engu máli hvort þið séu alveg bara upp að stígi og eru bara með hugmynd eða ekki einu sinni hugmynd eða hvort að þið séu komin með fyrirtæki sem gengur vel að það er efni og stuðningur fyrir alla hópana þarna inni. Nú, ef þið viljið vera með í stuðningsnetinu þá höfum við bara sett þetta þannig upp að þetta er bara áskriftamódel og það kostar 3.900 krónur á mánuð að vera inn í stuðningsnetinu. En ef þið komið einu sinni inn í stuðningsneti á þessu verði þá munið þið halda þau allan tíman. Ég mun aldrei hækka verðið á okkur eins lengi þau eru meðlimir, þannig að þið haldið alltaf sama verðinu. Það er líka engin skuldbinding, það er engin binditíma en eitt og ef þið komið inn og ykkur líst ekki á þetta og ekki hrifin öllu svo mikla efni sem þarna inni þá getið þið alltaf bara hætt, það er ekkert sem kemur auðvitað fyrir það. Þannig að þetta er mjög lítil áhætta fyrir ykkur að koma og pröfa þetta og ef þið viljið vera partur af þessu þá getið þið skráð okkur inn á frumkvöðla.is eða í linknum sem ég setti hérna inn með lýsinguna á þessu. En já, þetta var svona stutt yfirferð yfir stuðningsnet frumkvöðla og endilega ef þið hafið einhverjar spurningar stuðningsnetið þá er ykkur velkomin að senda það hérna inn. Það verður opið á stuðningsnetið út októbermánuð, þannig ég hætti loka á skráningar núna á miðnætti 31. október og munum þá ekki opna aftur fyrir á næsta ári, eins og ég segi, þetta er bara, við opnum bara á þetta 2 ári, en ég hef mjög mikla trú á þessu verkefni, ég held að þetta geti gert mjög mikið og við erum, eins og ég segi, ég er búin að vera að þróa þetta núna áfram með þessum hóp sem kom inn þarna fyrst og ég hef mikla trú á því að þetta gæti orðið eitthvað virkilega frábært og þetta gæti nýst ykkur öllum. Það er bara svo gaman að vera partur á hóp og ég er náttúrulega bara að þróa þetta líka svolítið þannig að þetta sem ég hefði viljað óska að þetta hefði verið til þegar ég var að byrja í fyrirtækjarekstri. Og í rauninni það sem ég óska ennþá daginn í dag að vera partur af einhverjum hóp af frumkvöðlum, þar sem maður er partur af einhverju heild. En það er allir velkomnir inn í stuðningsnetið eins lengi og ykkur annarkvort dreymir að fara út í rekstur eða eru nú þegar í rekstri og ég vona bara svo sannarlega að þetta geti nýst ykkur eitthvað og hlakka bara til að sjá ykkur inn í stuðningsnetinu. Takk fyrir þetta.